Já, góðan daginn. Þá það Presthvammurinn, Staðartorfa og Múlatorfa. Ég er búinn að vera hérna í 4 daga og þetta svæði bara byrja á því að þetta er algjör gullnáma fyrir flugveiðimenn, þurrflugveiðimenn, þá sem hafa gaman á urriðanum. Þetta er algjör gullnáma, það er engin spurning. Þetta er ólíkt svæði Laxárdalnum sem er fyrir ofan virkjun. Hérna erum við fyrir neðan virkjun, þetta eru fyrstu svæðin eftir Presthvammurinn og Staðartorfan eru fyrstu svæðin sitt hvoru megin við bakkann fyrir neðan virkjunina. Svo er Múlatorfan vestan megin fyrir neðan Staðartorfuna. Presthvammurinn og Staðartorfan, þetta er raun og veru bara sama svæðið vitt sitt hvoru megin frá bakkanum. Og það er kannski svipað með flóana upp í Laxárdalnum, það er í raun og veru bara eltast straumskilin og þar er fiskurinn. Við vorum í hundleiðilegu veðri á þessum stöðum en náðum ágætis veiði. Stærsti fiskurinn sem kom upp þar var 48 cm og var í skilunum, straumskilunum. Svo vorum við að fá minni fiska, svona milli 40-45 doldið af þeim og náttúrulega slatta af tittum. En þetta eru bæði mjög skemmtileg svæði og ég held að það sé algjör draumur að koma hérna í júlí og kannski í byrjun ágúst, fyrir hlutan í ágúst. Hitta hérna á góða daga og sjá fiskinn og kasta á hann. Hann er að vaka hérna allt þegar dettur í logn hérna á milli og maður sér hann þá, hann kemur upp allt og þá er maður bara að kasta á fiska sem maður sér og það er rosalega gaman. En Múlatorfan kom mér mest á óvart. Múlatorfan, við vorum að veiða hann í gær og þá vorum við hérna fyrir ofan, þetta er svolítið stórt svæði og þá var ekkert að gerast. Vorum að fá litla fiska, tókum slatta á þurrfluguna í þessum skurðum sem eru á milli hólmana. En þegar við fórum á svona mitt svæðið, við fórum ekkert á neðsta hlutana á Múlatorfunni, við komumst bara ekki yfir það. En þegar við fórum á mitt svæði þá fóru hlutirnir að gerast og það var rosalega gaman. Það var hérna í morgun, voru svona 2-3 tímar, það datt á svona hálfgerð stilla, skýjað og þá bara fór allt á fullt. Urriði fór að taka út allt og þetta eru flotti fiskar. Stærsti fiskurinn sem ég fekk á þurrflug í morgun var 55 cm urriði, mjög flottur. Ég tók örugglega svona 12-14 fiska á sama staðinum í smá beygju á einhverjum 2 tímum. Allt brjálað og bara virkilega gaman. Ég náði nokkrum skemmtilegum tökum á kameruna og það verður örugglega gaman að horfa á það. En Múlatorfan, þetta er frábært svæði. Ég er svona á þeirri skoðun að þetta svæði þetta hljóti að vera eitt af skemmtilegri urriðasvæðum í heiminum. Ég held að það bara hljóti að vera. Það er náttúrulega alveg rosalega skemmtilegt að veiða á þurrflugu og það er ofboðslega gaman að sjá stóra fiska alveg upp, nelda upp í bakkann, vera að taka aftur og aftur, kasta á það og sjá það taka fluguna. Það er algjörlega óborganlegt sko. Þetta er bara toppurinn. Toppurinn í því sem ég hef verið að leika mér í og þetta bara jafnast á við Östurána upp á Arnarvatnsheiði sem er uppáhaldsáin mín. Þar eru aðstæðurnar svona, það er góðum sumardegi og sjá urriðan vera að taka þurrfluguna á fullu. Þetta eru heldur stærri fiskar, svona jafnaði en maður er að fá þar, þó það geti farið upp í 8-9 punda fiska sem ég hef sett í. En þetta er svæði sem það bara hljóta allir að vilja kíkja hingað sem hafa áhuga á þurrfluguveiði. Það er ekki nokkur einasta spurning. Og svo er rosalega gaman að uppstrýma hérna, við veiða með púpum, mjög gaman að vera með tökuvara og hérna jafnvel bara óþyngdar flugur. Ég notaði eiginlega ekkert straumfluguna hérna, það bara einhvern veginn, maður var bara á fullu í hinu og ég fekk eina töku á straumflugu á hérna Black Ghost. En þetta er alveg geggjasvæði. Presthvammur, Staðartorfa, Múlatorfa, hérna ætla ég að koma aftur í sumar. Þetta er svæði sem maður tekur algjöru ástfóstri við. En maður þarf að gefa sér tíma, í að finna fiskinn og
þetta svæði og tala við þessa kalla sem þekkja þetta. Ég fengum alveg ómetanlega hjálp hjá honum Bjarna Höskulds, bæði varðandi fluguval, hvar fiskurinn heldur sig, hvernig á að nálgast þetta og bara kærar þakkir fyrir það. Það munar rosalega mikið að fá slík ráð. En þetta geggjað, frábær byrjun á góðu sumri, ekki nokkur einasta spurning.